Sæl. Nú held ég heyrist ekki alveg aftast. Gott. Ég ætla bara að vera með örstuttan inngang, sem sagt ég inn í krabbameinsskránni þar sem hafa verið skráð krabbamein sem sagt á Íslandi alveg í rúm 50 ár. Skráin stofnuð 1954 og ég ætla að segja frá breytingum sem sagt á horfum þeirra sem greinast sem valda því að við áður dóu svo stór hluti þeirra sem greindust svo fljótt og nú hefur þetta gjörbreyst. Þannig að áður var orðið krabbamein svo miklu skelfilegra heldur en það ætti að vera í dag. Þó oft sé þetta alvarlegur sjúkdómur, þá er þetta oft líka sjúkdómur sem læknast og þetta eru margir ólíkir sjúkdómar. Og það hafa orðið geysilega mikla breytingar frá því að krabbameinsskráin tók til starfa. Sem sagt árið 1955 þá greindust 300 einstaklingar árlega og núna er það 1400 manns. Akkur er þessi aukning? Hún er nú af miklu leyti af því að þjóðinni hefur fjölgað mikið og að hlutfalli eldra fólks er að auka svo mikið og krabbameins áhættan eykst með aldrinum. En þó það sé leiðrétt fyrir því þá hefur samt áhættan aukist. Hérna sjáum við til dæmis hjá konum að áhætta, að það greindist 180 af, þetta er nýgengisaukning og hér sjáum við 1957 og síðasta árið þarna er raunverulega 2009 eða 8 og hérna þetta eru konur, við sjáum að það nýgengi hefur aukist þó þessi hér er búið leiðrétta fyrir fólksfjölda og aldursdreifingu. Það áhættan hefur samt aukist í heildina síðan, þetta eru öll krabbamein. En það hefur verið ýmislegt að gerast hjá hinum ýmsu ólíku krabbameinum. Og af hverju hefur áhættan þá aukist í heildina? Það hafa ýmsar breytingar orðið á áhættuþáttum. Bara á öldinni sem sagt voru reykingar að aukast mikið og þá á mikið þátt í þessu. Nú er það að breytast. Og svo kemur til sem sagt aðrir áhættuþættir og svo er aukin greiningavirkni. Hún veldur því að það greinast kannski fleiri mein sem hefðu aldrei greinst áður. Þannig að þetta er samspil af mörgum þáttum sem veldur. Hérna sjáum við kannski það sem er megin efni þess sem ég ætla að tala að lífshorfur þeirra sem greinast hafa aukist gífurlega mikið. Við sjáum hérna pílunni, þetta er á fyrsta tímabili, þetta er þessi greindu 61 til 65. Sjáu þið ekkert myndirnar mjög vel? Jæja, það er einhver aftar sem er mjög gott að fá upplýsingar frá. Hérna við sjáum hér, sjáu þið rauðalínan eru horfur kvenna og bláa 5 ára horfur karla. Og sem sagt við sjáum hérna að á þessum árum áður þá voru 5 ára horfur 30% hjá konum og lægri hjá körlum. Það þýðir það að 70% kvenna dóu á fyrstu 5 árunum eftir greiningu og sem sagt 75% karla í rauninni. En við sjáum hvað hefur breyst gífurlega mikið og við sjáum að hér eru horfurnar 70%, þetta er miðað við jafnaldra. Það þýðir sem sagt að 30% deyja úr sínu meini á fyrstu 5 árunum eftir greiningu. Og þetta er stöðugt að batna. Þannig að það eru góðar fréttir sem sagt. Hérna sjáum við, ef við tökum nýgengi og dánartíðni, þá sjáum við að rauðalínan sjáum að nýgengi, það er að segja hvað greinast margir með bara öll mein, þetta er reynda konur á ári, það hefur aukist eins og ég var að segja, en dánartíðnin er græna línan og við sjáum að hún hefur haldist nokkurn veginn alveg bein og við sjáum lækkun síðust árin. Þannig að þrátt fyrir þessum aukningu þá eru hreinlega færri sem deyja hlutfallslega ári. Þannig að þetta er raunverulega sama sem ég er að segja aftur með öðrum orðum. Og sama hefur gerst hjá körlum að dánartíðnin er tekin að lækka en hún hefur nú verið svolítið upp og niður hjá þeim. Þó að aukningin sé í nýgreiningum svona mikil. Þannig að ef við aðeins bara tökum bara sér dæmi örfá ólík krabbamein, því þetta krabbamein eru svo margir ólíki sjúkdómar. Tökum við brjóstakrabbameinið sem er náttúrulega langalgengasta krabbamein hjá konum á Íslandi og á Vesturlöndum og við sjáum að aukningin í nýgenginu hefur verið mikil og við sjáum hérna topp þegar leitin byrjar hér og svo fer það aftur niður en svo heldur áfram sennilega út af því að það er enn að breytast áhættuþættir. Tíðahvarfahormónar og áfengi og fleira sem kemur þarna aðeins inn. En dánartíðnin, hún var eiginlega alltaf jöfn en það er greinileg marktæk lækkun síðust árin sem er sennilega bæði vegna þess að meðferðin hefur batnað
og leitin kemur til að þessi mein greinast fyrr og þá hægt að nema þau brott áður en að þau valda skaða. Þannig að það er og við horfum hérna á 5 ára lifin, þetta öll Norðurlöndin, gula línan Ísland, þetta bara svona línurit, en þið sjáu bara að lifinin hefur verið að batna og mjög há, hún yfir 80%, gula línan Ísland, Danmörk svo svarta og þar eru vestu horfurnar og að hérna sem sagt á síðasta greiningar ára tímabilinu hér þá eru 5 ára lifinin orðin 90%. Það þýðir að það eru þá ekki meir en 10% sem deyja úr sínu meini fyrstu 5 árin. Þannig að þetta allt í mjög svo rétta átt. Og var sem sagt miklu læri hérna á árum áður. Og blöðruhálskirtilskrabbameini sem eftir langalgengasta meini hjá körlum, þar sjáum við mjög svipaða mynd. Það stöðug aukning í nýgengi en dánartíðnin hefur ekki hækkað svo mikið. Og þar höfum við Norðurlöndin líka, þetta svona 5 ára lifinin og Ísland hérna gult og íslensku kallanir og þeir svona, íslensku horfurnar yfirleitt frekar góðar með við önnur lönd í heiminum, með því besta í rauninni sem gerist í heiminum. Meðan að Danirnir svarta lína, þeir kom ekki sérstaklega vel út. Og við sjáum þar var sem sagt 5 ára lifinin orðin 83% sem sagt á þessu síðasta tímabili. Og þannig að það líka mjög mikil aukning frá 40% hérna fyrir 40 árum síðan sem lifðu fyrstu 5 árin. Og svo bara sjáum við hérna, það svo margt sem hefur breyst. Til dæmis magakrabbamein sem þar eru horfurnar þó nokkuð verri. Þar var nýgengi geysilega hátt. Það voru að greinast mjög margir hérna fyrir 50 árum þegar skráin tók til starfa með magakrabbamein. Það var mjög algengur sjúkdómur. En það hefur hrapað nýgengi þar. Og sem kemur þá líka til að þetta krabbamein sem tók ansi mörg mannslíf og nú það svo breytt. Og hérna sett ég inn bara á Norðurlöndunum, þar eru við með, þar eru horfurnar, íslensku horfurnar þar líka með því besta í magakrabbameinu, það aftur gula línan, hún svona frekar fyrir ofan hina línurnar. En þar eru horfurnar verri og sko það eru bara 22% sem að lifa í 5 ár á körlum og 43% hjá konum, en þetta hefur samt batnað og að batna. Og ristilkrabbameinið, það líka svipað að sögu að segja, þar eru horfurnar nokkuð góðar á Íslandi með við hinn Norðurlöndin og þar 5 ára hlutfallslega lifinum 55% hjá körlum og 58% hjá konum og hefur batnað mikið frá því sem var. Og svo síðasta sem ég ætla að sýna ykkur, það eru sortaæxlin og það bara svolítið gaman, en svona skringilegt skulum við segja. Það ekki gaman, en það samt ekki mjög alvarlegt af því að dánartíðnin hér svo lág, en nýgengið hefur aukist alveg gífurlega mikið hérna. Sjáu gulu línuna. Við vorum alltaf lægst af því að hér var nú lítil sól, en eftir að sólarlandaferðir og sólbekki komið til þá hefur nýgengið aukist mjög mikið, en góðu fréttirnar þær að fólk fer svo mikið með bletti til húðlækna og það virðist vera að það sé hægt að koma í veg fyrir dauðsföll hjá lang flestum sem greinast með sortaæxli. Við sjáum það aðeins síður hjá körlum og það ástæða til þess að minna kallana á að þeir eiga að fara til læknis, ekki síður en konurnar. Og við sjáum hérna dánartíðnin lág, þetta dánartíðnin, þetta öll Norðurlöndin og hjá konum eru 5 ára horfur 94% hlutfallslega lifin, það þýðir að 6% deyja úr sínu meina fyrstu 5 árunum og sem með því lægsta sem gerist. Það verra hjá körlunum en þeir geta kannski bætt sig að drífa sér til læknis fyrir. Og bara síðasta glæran bara til að minna á það að það eru mjög margir á lífi á Íslandi sem hafa einhvern veginn fengið krabbameinsgreiningu. Það eru 6.500 konur og rúmlega það í dag og 5.300 kallar. Þetta eru 12.000 manns og það nærri 0,5% þjóðarinnar. Það sem að stór hluti læknaður, einhverjir eru nýgreindir, en þetta ekkert sjaldgæft. Þetta ekki svona bomba eins og þetta var í gamla dag, eitthvað svona hræðilegt almennt séð. Og já, þetta krabbameinsskráar starfsfólkið. Það þakka ég bara fyrir.